ástæða fyrir kulnun á stórum hluta að því að það skortir hvata. Ef þú ert í launaumhverfi þar sem þú getur ekki fengið launahækkun á að standa þig vel, okkur ættir að standa þig vel, fyrir hvað ættir hvað dræfið þitt í vinnunni, skilurðu? Ef þegar ég byrja að vinna sem húsasmiður fyrir einhverjum árum, þá hugsa ég ætla að vera besti húsasmiðurinn hérna á þessu svæði af því ég ætla að biðja launahækkun eftir 2 ár og ég ætla að fá þá launahækkun því ég er svo frábær, þau vil ekki missa mig. Þetta svona corporate politics sem virkar í öllum fyrirtækjum og þetta drífur áfram öll fyrirtæki. Í opinberum geira getur ekki fengið launahækkun á að vera duglegur. Það er ekki hægt. Þannig að ef þú ert að mæta í vinnuna og þú hefur enga gulrót til þess að bæta hagðinn með því að vera duglegur og standa þig, þá náttúrulega nennir ekkert að mæta í vinnuna. Þú hefur enga unun af vinnunni og þið finnst leiðilegt í vinnunni og þar færðu svo mikið ógeð af vinnunni þinni að þú lendir kannski bara í einhver hálfgerðri kulnun. Ég er ekki að tala um að þetta sé endilega alltaf þessi raunverulega, því raunveruleg kulnun er þannig að þú ert bara með svo mikið kvíða og þú getur ekki staðið fram úr rúminu og kerfið þetta er bara komið í botn vegna þess að þú ert að gangi í gegnum einhver áföll. En ég skil samt vel að fólk hafi ekki passion fyrir þeirri vinnu eða eina leiðin til þess að skara fram úr. Við viljum öll skara fram úr okkar sviði, eða þú ert flest og þjóðfélag okkar byggir á því að skara fram úr að stórum hluta. Auðvitað geta það kannski ekki alltaf allir og þá erum við hérna til þess að hjálpa þeim og þá geta þeir sem skara fram úr hjálpa þeim sem gera það ekki. En ef þú ert í launaumhverfi og þú ert í atvinnuumhverfi þar sem þú getur bara ekki, þú getur fengið launahækkun á því að eldast eða þú getur tekið og átt kannski rétt á því sem ég finnst kannski skrítið sem er ekki í almennum geira, þú getur tekið, hvað heitir það? Þú ferð í frí og fær borga frí fyrir að fara að mennta þig. Námsleyfi. Námsleyfi, já. Þú veist, ég þætti mér það frábært ef ég geti bara farið í námsleyfi í dag, en þú veist, það er ekki boði.